og Sveppi Krull eru mættir hér í stúdíó FM 957. Ég ætla að byrja á því að bjóða þig bara velkominn, Sverrir Þór Sverrisson. Æðir inn í lagið, maður. Já, ég veit það. Það er svona, þá er þetta að hafa það undir, svolítið þægilegt. Já, þetta er svona lag sem maður ánáttúrulega að hlusta á, sko. Já, ég er endur alveg sammála því. Ég er ennþá á því að þetta sé eitt besta lag allra tíma. Já, það er þetta góða punktur, sko. Alveg ótrúlegt, sko. Hvað þetta lifir, maður, í hjörtum landsmanna. Já, það er líka þetta að hafa þetta sem jólalag að þú hugsaður út í það. Já. Ekkert af því. Nei. Textin er einhvern veginn þannig. Já, hann er svo jólalegur og fallegur. Já. Við erum með stútfullan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Já. Og ber þar hæst að við ætlum að fyrir vondukönnuna, sem er alltaf óþægileg. Já. Þá vorum við að spyrja hér fólk út í bæ óþægilegra spurninga í könnun fyrir könnun.is. Við ætlum líka að fara í trufla símtal. Við erum reynda búin að taka það upp og það var virkilega gaman. Þetta gerðum við líka í síðustu viku og lentum þá á skemmtilegri blómabúð í Reykjanesbæ, maður. Já, Reykjanesbæ. Þetta er svo quality dagskrárliður. Quality. Já, hann fyrir að vera einn af mínum uppáhalds eftir daginn í dag. Því að í dag fekk Sveppi að trufla mig í símtali. Og sem sagt alltaf að koma svona inn á línuna. Og ég hafði alltaf mjög gaman að því. Það er svo gaman þegar svona einfaldur hlutur er svona fyndinn og sniður. Já, þetta er ekki flókinn dagskrárliður. Nei, en hann er brjálæðislega fyndinn. Já, ég get lofa því að fólk á eftir að hafa gaman að, pulsan í brauðinu til dæmis. Hann er að segja núna pulsan í brauðinu og þannig að það ekki missa því það er hérna eftir. Svo er Sveppalotto á sínu stað eins og alla, þriðju dag. Og svo ætlum við að ringja aftur til Zimbabwe, ætlum að reyna að ná í vin okkar þar. Já, það er svona skemmtilegt að símtala okkar. Við vorum búin að boða komu okkar til Zimbabwe, við þurfum aðeins að leiðrétta það, sko. Já, og jafnvel, sko, við vorum að pæla hvort það væri ekki gaman að gera bara heimildamynd það, að fara að hitta hana vin okkar á kaffihúsinu. Já, það er næst á dagskrá hjá Ödda og Sveppa, sko. Já, við Zimbabwe. Við þurfum vel að heyri í honum aðtöku hvort hann geti tekið á móti okkur. Já, þetta er, sko, gæjar í Afríku. Já. Þeir geta alltaf tekið á móti fólki. Já, en heldur hann sé ekki alveg fín hótel þarna og svona, finnst hann með þetta fína kaffihús? Það hlýtur að vera, sko. Já, þetta er bara, þú veist, maður veit ekki neitt. Nei, það er bara Zimbabwe, sko, það er bara velnænt land. Já, hvað helst það? Ég held að vera óvinnulegt land. Nei, bara þú veist að pæla hvort það veri hótel hérna, ég held að það sé Hilton, þetta er alveg bara... Já, ok, ég var að tala hvort það væri svona eitthvað, þú veist, gott hótel. Já. Ég er svolítið litar því að vera að horfa á bíómyndir eins og, þú veist, Hótel Rwanda og svona. Já, ég veit það. Allt í rugli, sko. Þetta er það sem er að rústa íslensku samfélagi, það er fáfræði. Já, og við erum stór partur af henni. Það er alveg hægt að sagast á okkur þar. Já. En, eins og þið heyrið, þá erum við með þetta og góð þátt og ekki má gleyma að við erum að fara í fyrsta sinn í Gettu Blöndal. Gettu Blöndal. Sko, spjallþáttakóngurinn og sko, spurningaþáttakóngurinn Logi Bergmann kemur hérna til okkar rétt rúmlega 5. Já. Þetta er maður sem er stjórnað þáttum eins og Meistarinn, Gettu betur og sjálfsögðu spurningabombinni. Og hann ætlar að hendi einhvern rándýran spurningaleik fyrir okkur. Já, og þetta getur orðið dagskrárliður. Já, sem heitir Gettu Blöndal. Ég efast að hann að koma hérna alla þriðjudaga. Það er bara, ef þú vinnur mig til dæmis núna eftir, þá þarf hann að koma þriðjudaginn. Það heimtur rímat. Hann er orðin rithöfundur hann Logi Bergmann, við ætlum að spyrja hann líka út í bókina og ég er laka persónulega til að keppa. Við eigum það sameinlegt, við erum virkilega gaman svona spurningakeppnum. Já, maður, sko þegar ég var pjakkur, svona kannski 10 ára, eða 12, þá kom Ingvar bróðir, sko, þá var hann fluttur heimann og þegar hann kom í kvöldmatt þá náði ég í trivial spurningar og það var trivial keppni á meðan við borðum kvöldmatt. Já, það er líka að vera mikil trivial menningi minni fjölskyldu. Þannig að þetta geti orðið hnífjamt hérna hjá okkur eftir strákunum. Þú ert nýkomið frá London. Man. Og það er ekki gaman. Guð minn almáttur, minnst ekki á það, ógrátandi. Við þurfum eiginlega að fara betur inn á það bara hér og eftir. Þú varst á Rolling Stones tónleikum. Við getum að spjalla aðeins við þá. Byrjum þetta á heitasta laginu á stöðinni. Þetta er Ásgeir Trausti og Blasa Rocka. Hvítir skór. Take it away, þeir eru góðir. Hvítir skór hér. Já, þetta er ógeðslega flott. Já, ég er ekki mikill rappari en þetta er grúfi skítur, maður. Jóladagatal FM 9. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatal FM 957 og gefa vinninga. Kom inn eftir smá stund, sorry. Fossil, Diesel og Adidas armbandsúr frá Rótium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Evu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól.
Það rétt þetta jóladagattal FM 957 og við fyrir með mitt í það hér á eftir við Sveppi. Ekki missa því. Nei, það verður eitthvað ruglið maður. Já, þessu auðlýsing kom aðeins og snemm inn því að það ekki komið auðlýsingum hér hjá FM 95 blöð, það komið að slúðrunu. Ó já, kallið minn slúður! Og ég ætla að byrja slúðupakkan á Mike Tyson, en hann var í viðtali á dögunum þar sem að hann var að ræða skilnað sinn við Robin Givens, leikonu. Og fyrir ykkur sem þekkið ekki Robin Givens, þá leik hún í kvikmyndinu Boomerang með Eddie Murphy, var aðalskvísan þar, ef það kveikir á einhverjum bjöllum. Hringir bjöllum eins og maður segir? Já, kveikir, já, hringir bjöllum. Hvað ekki leið með það? Og já, hún var svona einn heitasta leikonan á sínum tíma og fyrirsætt á leikona þegar hún var að giftast Mike Tyson. En það hjónaband endist ekki lengi, það var í 3 mánuði og þetta var þegar Mike Tyson var upp á sitt besta í boxinu. Hann var heimsmeistari, yngsti heimsmeistari allra tíma í hnefaleikum eða þungavíkt. Það sem að kom hins vegar mönnum óvart í þessu viðtali er að Mike Tyson viðurkenndi að hann hefði lappað á Robin Givens með Brad Pitt eitt sinn þegar þau voru hætt saman. Það var sem sagt Mike Tyson og Robin Givens hætt saman og Brad Pitt var þá eitthvað að dúllast með henni. Ánæði með breyta pittarann. Já, Mikki mætir heim, sér pittarann. Það er síðasti maðurinn sem ég vildi mæta. Já, trúðu mér, ég held að þetta er örugglega verst. Það er eitt sko að eiginmaðurinn labbi inn á þig. Já. En þegar það er villidýrið Mike Tyson, þá er þér ekkert sama. Guð minn almáttugur, sko. Þetta er áður en hann byrjar að éta eyrað að mönnum, sko. Já, ok. Já, þetta er bara þegar hann er bara sitt allar besta. En hann lét að vera, hann réðst ekkert á hann eða neitt. Nei, þú ræðist ekki á Pettarann, sko. Nei, en þarna var bara Pitt náttúrulega ekkert nafn. Þarna var hann bara eitthvað svona myndalegur leikari á uppleið, sko. Já, hann var ekkert orðinn frægur. Þá hefði ég nú barið hann í stökk. Fucking hey man, eitthvað fáið. Hann var ekkert orðinn Brad Pitt þarna, þetta var þetta bara eitthvað Brad. Þá hefði ég drepið hann. Þetta var inn í 80s, Brad Pitt slæri ekki gegn sko fyrir bara... Hvað er þetta bara rétt eftir að leki Thelma and Louise, eða? Þetta er örugglega, nei, svona, þetta er áður mér svo. Nói! Þetta er á þeim tíma. Ok, okkur barðan hann ekki stöppum? Nei, hvað er ekki leið með þig? Voðalega töffar eftir okkur barðan hann ekki stöffar, ég meina, kona, já, þau voru hætt saman. Voru hætt saman, og ég meina, er þetta ekki líka, veist, hvað átti Brad Pitt? Já, hann hefur pottið vitað samt. Já, er það ekki? Hann væri, ég meina, það fór ekkert fram hjá neinu sem fylgdist með fjölmiðlum örugglega að Robin Givens væri að skilja við Mike Tyson. Já, en hvað verður til þess að Tyson lappar inn á þau? Hann sagði í viðtali, hann var alltaf að fara heim til hennar, sko, hann var ennþá pínu ástfangin að henni, en vissi að hún var bara með honum til þess að hirða sér pening, sagði hann. Já, ok. Það fór rosalega í töðuna á honum, en samt gat hann ekki haldið sér fjarrinni, eins og segir hér í viðtalinu. Og þar var bara pittarinn einu sinni þegar hann mætti. Þetta er svaðar. Vá, hvað ég er þið hrættur. Já, ég líka. Já, ok, er þetta maðurinn? Mike Tyson, ok. En sko, þegar pittarinn er komin upp í rúm með þessari huggulegu konu. Já. Myndi maður ekki bara join? Nei, hvað er ekki leið með það? Ég ætla að halda hérna áfram. Næsta slúður er að John Travolta. En hann hefur verið mikið í fjölmiðlum upp á síkastið út af ákærum. Það var nuttarar verið að kæra hann. Hann hefur verið að kæra nuttara sem hafa verið að segja að hann vilji, ekkert bara nutt frá kallmönnum, heldur eitthvað meira. En nú er, John Travolta líka að kæra fyrrum aðstofa flugmann sinn, hann Doug Gutterba, eða hvernig, Doug Gutterba, eða eitthvað slags. Gutterba. Já, Gutterba. Hann var að fljúga með John Travolta, og John Travolta ánáttalega sín eigin þotu og er með flugvöld bara heima í garðinum hjá sér. Já. Hvorki meira hann minna. Eins og fræktur orðið. Eins og fræktur orðið. Og þessi Doug Gutterba, hann sagði í viðtali við National Enquirer að John Travolta hafi verið að reyna við sig og og þeir hafa átt í a sexual relationship. Nei, anskot. Og nú er líka þessi, sko, Doug Gutterba er líka að kæra John Travolta því að John Travolta fengi hann rekinn frá öllum flugfélögum og eitthvað, þetta er allt í einhverju rugli, maður. Hvað ekki? Þannig að hann var með svona einhvern aðstofa flugmann að John Travolta og þeir voru, þú veist, bara getting it on þegar þeir voru að lenda hér og þar. Já, ég myndi nú ekki vilja vera farþegi þeirri vel. Þeir tveir eru að fljúa. Ertu farin að trúa þessu? Heldur að John Travolta sé samkynniður eða bæjari? Nei, mér finnst þetta ótrúlegt, sko. Já, þetta er að verða ansi margir. Já.
Og þannig erum við líka að tala þetta maður sem hann greinlega treysti, sko. Ok, það eitt alveg, það getur verið einhver nuttari á einhverju hóteli sem bara að reyna að make a quick buck, skiluru. Vill bara eignast pening og segja bara, já, hann var nú bara að reyna, fara í jólakúlunar á mér og eitthvað svona. En þarna þetta góðu vinur hans og aðstoða flugmaður sem að segja þetta, og hann segir að þeir hafa átt í, sko, a sexual relationship. Sá maður hommi eða? Já. Þessi Doug Gurriba, nei, hann bara var svona hrifinn af, Serenade Fever, þetta hann samkynniður ef hann að sofa hjá manninu. Það allur gangur á því, segja til. Já, kannski. Já, þetta ég vorkenni Travolta, ef þetta ekki satt, því að, sveinu það. Hann á erfitt uppdráttar með þetta, kalli. Já, þetta orðið ansi margir, það bara annað hver nuttar og flugmaður. Og svo ætla ég enda slúrið á að Cher, ég heldur þetta sé öllum sama, en söngkonan Cher að koma nýja plötu, núna 2013, og það verður hennar fyrsta stúdíóplata síðan 2001. Já. Og veit ég að aðdáendur hennar bíða spenntir hérna á Íslandi. Já, hún alveg á báti, sko. Cher á báti. Þessi var það að koma bara. Já, með þessum, gríðalega skemmtilega brandara ætlum við að... Svo eitt annað, sko. Það eitt sem að pyrra mig í slúðri núna, sko. Hvað? Rihanna byrja með James Brown, eða? Nei, það heitir Chris Brown. Já, þau eru vist byrjað saman. Ég var að fjalla það ekki. Það pyrra mig. Ég veit að hann aumingi, sko. Þetta agalegt, sko. Ég búinn að segja ofta, hún þarf að finna sér bara eitthvað góðan gaur. Já, þú lemur konu bara einu sinni, sko. Þetta viðbjóður. Við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar og svo förum við í vondu könnuna. Ekki missa því. Jólaljós talsheimi hjá þér? Við bjóðum þér aðgang að ljósnetinu á hátíðlegu verði. Jólaljósið mitt ætlar að koma í kvöld. Tal. Svona á samband að vera. Á bensinstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. FM 95 á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér tvær, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þegar ófært í huga mér, ég hefst ekki og ef þá held ég ástæðan alltaf þú. Þetta Sverrir Bergmann með lagið Ég fer ekki neitt. Nokkuð ljóst að hann samti þetta lag ekki á Súlunessi 7. Hann var löngu farið þaðan. Þetta gott lag. Já, þetta flott lag, strákum. Flottur text, ekki einhver annar sem á lagið það? Veit ekki, þekkt ekki. Þetta einhver James Morrison eða eitthvað. Nú það þannig. Allavega að... Spurning hvað ég og Nóla skerir því. Við erum að fara hér rétt bráðum í vondu könnuna sem alltaf óþægilegt en nöðsynlegt. Það gaman. Svo tröfla símtal Logi Bergmann á leiðinni með spurningakeppnina Gettu Blöndal. Ætlum að ringja til Zimbabwe og fleira, þannig að það hellingur að vera hérna hjá okkur strákunum. En ég ætla að spyrja þessu Sveppi, við eigum það sameiginlegt að við horfum mikið á sjónvarp. Þá var náttúrulega verið að velja núna í Bandaríkjunum bestu grínþætti allra tíma, sitcom í bandarísku sjónvarpi. Og þar vann Seinfeld með yfirbörðum. Og það var 60 Minutes og Vanity Fair sem voru að spyrja. Nú, ok. Að tjekka á þessu. Gálu stöf. Já, og þannig að Jerry Seinfeld var það með 22% af öllum atkvæðum. Í öðru sæti var það Honeymooners með 20%. Honeymooners? Já, það reyndar uppáhaldsþættirnars pappa, þannig ég veit hvað þættir það eru. Svarthvítir, eldgamli, sko. Voru gríðið. Ég held að hann var einn feitur og þetta var svona basically eins og Flintstones, nema þetta var ekki teiknað. Það voru tvö pör og hann heitir í Honeymooners, ég man ekki fræguleikarinn allavega sem var í því. Eldgamalt rast. Já, svartkvít og gamalt. Og svo kom Friends í 3. sæti með 16% og svo Cheers, eða Staupasteinn í 4. sæti með 14%. Ertu sammála, hvað er svona uppáhaldsgrínþættin þínir? Ég nefnilega, sko,
alveg Seinfeld eftir, sko. Er það? Já, ég hef hort á þætti, minnst ógeðslega fyndnir og góði karakterar og þetta ógeðslega vel skrifað og svona, sko. Já, ég hef endur ekki hort á þetta í smá tíma, en ég held þetta eldist vel. Ég var náttúrulega sjúklega mikill Friends átóðandi. Já, maður er náttúrulega búin að horfa á það allt miljónsinnum. Já, veist, það er svona solid, sko. Já. Samt er ég núna meira svona fyrir grín sem að fer aðeins yfir strikið eins og Louis. Já. Louis C.K. Já, þú ert ánægð með hann. Hann er gæður. Hann er fyndir, já, hann er náttúrulega með stórkostlegt stand-up. Hann er æðislegur og náttúrulega Eastbound and Down finnst mér stórkostlegt. Já, Kenny Powers. Kenny Powers er bara legend, sko. Your ass going straight to the top, Kenny, that's what's happening. Hann er gæður, sko. Já, hann er snillingur. Það eru frábært þetta í Louis, Ég held þetta uppáhaldsþættir, svona uppáhaldsgrínþættinni mínir allra tíma eru sennilega bresku Office-þættinir með Ricky Gervais. Já, ég er sammála því. Ég mun aldrei gleyma þegar ég var að horfa á það fyrsta sinn. Ég fekk svo mikinn aularhroll og hlós og það er alveg minn húmor. Og það er líka, sko, það er nefnilega snildin við brettana, sko. Það var bara 2 seríur. Og svo bara hætt. Christmas special og búið. Svo fekk Kaninn að gera sitt Office og ég held að séu konum með 9 seríur. Já, einmitt. Og þær eru mjög góðar, sko. Já, ég fíla reyndar. Hann er alveg góður. Já. En það er bara eitthvað svo sjarmerandi þegar búið að ramma þetta inn og þetta er bara búið og farið, sko. Já, það sem var líka með bandaríska Office-ið var að þeir voru konum með fullt af öðrum svona skemmtilegum nýjum karakterum inni, það fannst mér. Já. Sem að voru að gera gott mót. Það var svo gaman í bresku, sko. Það var líka svo falleg saga á milli, sko, ritarans, konunnar á deskinu frammi. Og dökkarða gæjans sem að var svona eini venjulegi. Svo náttúrulega Gareth bara segir þjóður þarna. Já, þetta eru æðislega þættir. Step away from the cookie jar. Já. Þannig að, já, við erum sammálað með að það er breska Office og... Já. Þetta er ekkert vitlaus könnun, sko. Nei, en ef þú átt eftir Seinfeld þá er það bara hálf öfundagið því að það er virkilega skemmtilega þettir. Já, mér langar, ég hef oft verið svona pæli að byrja, en ég vil byrja bara byrjuninni. Ég þoli ekki að fara bara, ég voru að horfa á Seinfeld. Já, ég gerði það einmitt með Sopranos. Þá keypti ég bara DFD-safnið, horfði bara frá, ég var ekki búinn að horfa, horfði frá fyrsta þætti, ég gat ekki að hætta að horfa. Ég var alltaf að horfa á Sopranos. Sem er reyndar stór hættulegt. Ef þú 12 seríur inn að einhverju og ert sjónvarpsfíkill eins og ég, þá ertu í vondum málum, sko. Já. Ég á það allt eftir líka. Já, ég vildi bara vera heima á mér og horfa á Sopranos. Stór hættulegt. Það er samt ágætt að slökkva eins á raunveruleikanum og fara og drekja sér í einhverju sjónvarpsþáttarugli bara og slökkva á símanum og gleyma öllu. Já, það er enda góð. Enda sér á tippalingið maður og panta bara pítsu. Hvað, horfur alltaf þætt á tippalingum? Jep. Er það svona regla? Það er jæja, krakkar, ætlum að horfa þetta á Sopranos. Allir úr. Pappi komin á tippið, þið viti hvað það þýr. Það er sjónvarpskvöld framöndan. Fáum Swedish House Mafia og svo er það vondakönnunin. 7 og það er komið að dagskrárliði sem að... Já, það er nú ekki margir dagskrárliðir í FM 95 Blöð sem ég kvíði, þegar ég var alveg hreinskilinn. En þetta er einn af fáu og það er óþægilega könnunin. Þá ringjum við og ég þykist verið að ringja fyrir könnun.is. Við megum vist ekki tengja okkur við íslensk fyrirtæki. Nei, trúi því. Það er búið að banna það og skal engan undra, en við höfum verið að nota svolítið bara könnun.is og þetta eru svona spurningar, þetta byrjaði allt á því þegar við vorum að fara yfir í stjórnlegu staðrindum, bara hvernig verða svona spurningar til. Þar er oft tengt bara, þar er verið að tala um kynlíf og stundur á kynlíf fyrir hádegi, eftir hádegi og ég veit ekki hvað og hvað. Þeir eru með alla prósentur á hreinu, þannig að þar fengum við Seppi hugmyndina af þessum dagskrárlið og höfum verið að prófa okkur svona áfram í þessu, ekkert gengið allt og vel, en áhugavert einhvað síður. Viltu að ég byrji eða? Já. Ég er spáð að vinna hérna með nafni Kristján. Já. Eins og pabbi. Pabbi Kristján, maður. Pabbi minn heitir einmitt Kristján. Hörðu, maður sjá. Það er DJ Kristján, maður. Ég ætla að byrja bara sem hérna. Þegar maður hengið ykkur á konu? Já, það er samt svolítið erfitt að spyrja konur að svona, sko, þá líður mér bara svo perra, sko. Já, Kristján. Já. Kondur sæl, Pálmi heiti ég og að hringja hérna frá könnun.is. Já. Ég ætla að aðtuga mætti taka á því stutta skoðanakönnun, tekur enga stund, 2 mínútur mesta lagi. Já, hvað það? Þakka, við erum að setja hérna inn í smá bækling. Ég ætla að byrja bara að spyrja þú býr út á landi, ekki satt? Já. Hefðirðu hugsaðir að búa í borginni við daginn? Nei. Flýgurðu með flugfélagi Íslands? Ef ég þarf að fljúga þá ger ég það, já. Já. Það er ekki mikið val. Nei, en þú hefur sem sagt flogið með þeim? Já. Hvenær ertu vaknar á mótnana? Ég er nú að vinna hérna vaktavinu, þannig að það fer eftir hvernig ég var náttúrulega koma bara heim hérna klukkan 8:30 í morgun
vakt. Já, þannig að það er mjög misjæmt bara hvernig þú ert að vakna. Já, þetta er ef ég þarf að vakna á morgun, þá er ég vaknað svona, það kostur í 7. Já. Ertu graðari fyrir hádegi en eftir hádegi? Hvað sagðu? Ertu graðari fyrir hádegi en eftir hádegi? Hvaða djók er þetta eiginlega? Nei, þetta er bara, við erum að hjálpa þeim hérna líka í Adam og Evu. Ég er bara svara ekki svo vill spurningu. Nei, það er ekki málið fyrir ekki það. Hvaða morgungótt kýstu helst? Ég? Já. Já, það er Cornflakes. Cornflakes. Þegar þú flýgur til útlanda, myndur þú fljúa með WOW Air eða Icelandair? Ég myndur fljúa með Icelandair. Notar þú kynlífsleikföng? Nei. Nei. Ef þú ættir slík leikföng, getur þú hugsað að leika þér? Nei. Ferðu á bókasafn? Eða notar þú bókasafn? Það er mjög lítið. Mjög lítið. Og horfirðu á þætti á netinu? Nei. Horfirðu á klám á netinu? Nei. Ertu með bara þitt eigis app þá? Ég á ekkert neitt satt að klámi. Nei, þú áttu einhverja myndir eða eitthvað? Ekki neitt svoleiðis. Ok. Ertu giftur? Nei, það er sambúð. Mjög sambúð. Hvað kveikir í þér? Herðu, Já. ég ætla bara að ljúka þessu samtalið hérna, sko, ég nenni sig ekki. Ég þakka bara ekki að læta þér. Já, við getum líka klift bara út af þetta með það að stendur... Já, þetta er bara, ég er bara nenni ekki þannig að milsi. Að stendur þetta, já. Þetta er einu kosturinn að ég er búinn. Alltaf gott að vera búinn. Ói, bara stað. Já, þetta er... Ég er ekki þóttir að villum og... Þetta er yndislegt. Já, maður heyrðist að þetta var nettur gauður, sko. Hann var til að svara öllu og allt. Svo bara, þetta er... Ja, þú svarar ekkert svona spurningu. Þú færði ekkert bara, hvort þetta graðar í fyrir... Það komið á svefnum og við skulum henda hérna á hann. Tilbúin. Já. Já, góðan daginn. Einar heiti ég og er að hringja hérna frá könnun.is. Já. Ætla að hvort ég mæti spyrja þig nokkra spurninga í könnun sem við erum að gera hérna fyrir nokkur fyrirtæki. Fyrir hvaða fyrirtæki? Já, það eru nokkur. Það er bara svona random spurningar daginn og veginn. Ok, lottu það. Já. Spilar þau í lottóinu? Sjaldan. Sjaldan. Og þá saman kannski með vikingalottóið? Já. Ertu áskrifandi á stöð 2? Já. Já. Ertu áskrifandi á Skjá 1? Nei. Nei. Hefur þú flogið með WOW Air? Nei. Ekki með WOW Air, nei. Ertu graðari fyrir hádegi heldur en eftir hádegi? Er ég? Hvort ertu graðari fyrir hádegi eða eftir hádegi? Hvað sér, er ég? Graðari? Sæll, hvað grínir þetta? Þetta er svona, Adam og Eva eru eitt af þessum fyrirtækjum hérna. Já, ok, takk fyrir þetta. Nei, þú vilt ekki svara því? Nei, takk fyrir þetta. Nei, hvort ertu svara? Þetta er svo mikið mjöfulsins. Æskotna, skjaftaði dreng, stöli! Það er svona að hefða verið að drekka eitthvað, þá bara hann að svenst á. Við skulum ekki ringja fleiri, það er fínt að hafa þetta bara stutt á laggótt. Þetta var vandakönnunin og við byggðumst innilega afsökunar til þess. Platavíkunar frá FM 957 er Pottet 58 og kemur út föstudaginn 7. desember. Pottet 58 inniheldur 38 frábær lög. Meðal flytjanda eru Jennifer Lopez, Ásgeir Trausti, Pink, Coldplay, Adele, Justin Bieber, Þórunn Antonía og Ragnar Bjarnason ásamt Jóni Jónssoni. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög og gefum viðtökur. Fylgstu með á FM 957 og næl þér eintak af Pottet 58 sem er platavíkunar á FM 957. Veifaðu OB-lyklinum í dag og þú fær 7 króna afslátt af lítranum hjá Ólís og OB. Afsláttur allan hringinn og vildarpuntar að auki með OB-lyklinum. Samfilm og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins. The Dark Knight Rises. You're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises er komin á DVD og Blu-ray. Dömurnar dreymir að eignast vranglegar gallafatnað þessi jól. Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Í jólablaði Símans finnur við viðtöl við tónlistarfólk og kvikmyndaspekulanta, spennandi aðventuuppskriftir, vegleg tilboð og allt sem þú vilt vita snjallsímana, spjaldtölvurnar, öppin og aukabúnaðinn.
Gleðileg jól með Símanum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Takk fyrir það, hárið réttir að hlusta hér á Ödd og Sveppa og við verðum með ykkur til 6 í dag. Styttist í trublað símtal sem að sló í gegnum mitt í síðustu viku þegar við syngdum í Blómabúð í Reykjanesbæ. Já, nú gerðum við allt vitlaust á saumastofu. Já, og þetta er ekki síðra að ég held á þess að vera að setja of mikla pressa á þetta. Við tókum þetta upp fyrir í dag og höfðum alltaf mjög gaman að þessu við Sveppi. Já, það er nú fyrir öllu. Já, svo ætla Logi Bergmann að koma hérna eftir með spurningaleikin Gettu Blöndal. Yeah, baby, yeah. Það sem við Sveppi keppum og hann var að tala um að við komum líka til með að fá hjálp frá hlustendum í því. Nú er það? Já, við megum opna fyrir síman og þú mátt taka inn eitt hlustenda og ég eitt hlustenda sem getur hjálpað okkur eitthvað. Þannig að við fyrum betur yfir það hér á eftir. Það er hins vegar komið að daglegum dagskrárlið sem að heitir Sturlaða staðreyndir. Stulli stað? Já, ertu komið nýtt á það, Stulli stað? Nei, ég var bara badd sem að fyrsta orðið sem hann sagði voru Sturlaða staðreyndir. Já, það var krakkið hérna fyrir Breiðholti, ég var búinn að heyra þessu. Já. Ég alveg, hvað sagði? Hann er ekki búinn að segja, hann er ekki búinn að byrja að segja mamma. Hann sagði bara dæðindi. Ég bara, hvað er hann að segja? Og hún bara, hann er að segja Sturlaða staðreyndir. Hann elskar það. Já, og hann er fucking 15 mánaða. Takk fyrir að hlusta. Það er komið að dulluðum staðreyndum og hér er fyrsta, ertu tilbúin? Oh yeah, baby. Hundar eiga yfir 100 andlitssvipi. Nei. Sturlaða staðreynd. 100? Já, 100. Yfir 100, við eigum mörgulega hátt í 1.000.000 eða eitthvað. Segðu þannig að, nú er ég með svip. Já, þú getur breyð, það er bara 1, 2, 3, 4, bara því meira sem þú opnar augun, það eru svipir. Já, 100 á 100. Og svo er það næsta. Þetta fannst mér líka pínu skemmtilegt hérna. CIA eyddi einu sinni yfir $20 milljónum á njósnagræjur eða svona njósnaragýr fyrir kött sem átt að njósna rússa. En það var keyrt á köttin á fyrsta degi. Nei. Sturlu staðri. Þetta er legg. Þannig eru 130, þetta eru 3 miljardar sem er búið að eyða hann í eitthvað njósnabúnað á eitthvað kött. Það er bara köttin á fyrsta degi og það er keyrt á hann í Rússlandi. Hressandi. Svo er það líka, hvernig útskýrur þetta bara fundir? Já, hann dáinn kötturinn. Ok, klassi, næsta mál á dagskrá. Já, bara hvernig gengur hann í Moskvu með nýju græðnar? Það á smá vesen, það var keyrt á köttin og þú ert bara rekinn. Maðurinn sem átti þessa hugmynd, hann er ekki að vinna lengur fyrir CIA. Já, en þú veist hvað, akkur komst það svona langt með þessa ömurlegu hugmynd, maður? Já, þetta er svona. Stráka, ég sé fyrir mig kött, það drullar út. Þetta er bara kjátt. Hann er stattur í Rússlandi og hann er að afla upplýsingar. Þegar svo kemur þriðja Sturlaða staðreynd dagsins og of mikið stress getur stoppað vöxt á fólki. Sæll. Nú spyr ég Sveppi, varstu stressaður sem krakki? Varstu stressaður úlingur? Já, ég var lítið stressaður, sko. Já. Nú var lítið. Þannig að dvergar eru gett stressaður. Nei, þú veist, ég held að það sé ekkert, ekkert svona bull. Það er ekki þannig. Það er auðvitað bara að tala um eitthvað smá eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég held að ef þú sér dverg þá er ekkert að því hann er svo stressaður, sko. Ég sjá svipinu þegar ég sagði þetta. Já, þetta er... Höldum áfram. Hérna, þetta varst mér ógætt og skemmtilegt og ég var að reyna, ég er svo vitlaus, ég var að reyna þetta í dag og þetta er mjög fyndið. Þú getur ekki hætt að hugsa. Það er alltaf einhver rödd sem segir eitthvað inn í hausnum. Nei. Jó, hættu að hugsa núna. Nei, þetta er góða punktur, sko. Já. Það er ekki hægt. Þið sem eru að hlusta, prófið núna, hættið að hugsa. Ekki hægt. Nei. Alltaf einhver að segja eitthvað. En það er ekki endilega einhver rödd í hausnum á mér. Er ekki rödd sem talar inn í hausnum á þér þegar það er þögn í kringu þig? En svo þú ert einn heima þér og svona. Ertu það ekki með einhver rödd í hausnum sem er að tala við þig? Er það bara ég, eða? Jó, bara þú sjálf. Það er bara einn heima bara með einhverja raddir í höfðinu. Ég myndi nú bara að hafa áhyggjur af þessu. Bara mín rödd. Já, bara röddin þín, svona, ískápur. Já, sjónvarp. Þegar þú hugsar eitthvað, þá heyrur það. Teppi. Ekki? Heyrur ekki í hausnum að þér? Brauð. Hvað ertu að hugsa akkurat núna? Ég bara, lyklar. Já, ok. Skemmtilegt. Svo er þetta næsta. Klómipramín, Klómipramín, er lyf sem fær þig til að fá það þegar þú geispar. Nei! Jú. Er þetta í apótekum? Ég veit ekki, þetta er eitthvað sem maður getur að fara að tjekka á. Ég myndi reyna að sofa sem minnst. Halda sér þreyttum? Hvað er í gangi? Ég er með betri leið til að fá það, sko. Heldur hún að geispa?
Já, ég meina, ég hitti nú töluvert léttar að geispa bara eins. Þetta er gott geisp. Já, samt svo easy way out. Já, þetta líka held ég vel þreytandi til lengdar, sko. Það er miklu skemmtilegur að vinna fyrir góður yfirlæðingu. Já, en ekki bara geispa. Svo er þetta var líka áhugavert. Myndin, það eru góða styrla staðreyndir í dag. Já. Myndin Modern Times Forever er lengsta mynd allra tíma og er 10 daga löng. Nei. Jú, þetta er eðal bíómynd til að setja á með date heima sem allar að kíkja á DFD aðeins. Það er til að kíkja á DFD? Já, ekki máli. Svo er það að horfa á hana. 90 diskasafn. Bara, þú líka að horfa á myndina. Hvað er mikið búið? Já, við erum búin að horfa á hana alveg 6 tíma. Vá, hvað er mikið eftir? Við erum eftir 9,5. Það verður við búin. Hvað fjallar hún? Já, góð spurning. Hún heitir alltaf Modern Times Forever. Lengsta mynd allra tíma, 10 dagar. Það er svaðalegt. Já, hvernig ennir að horfa á svona? Já, þetta er bara bull. Það eru svona, næsta. Það er til fólk með, já, þetta var svolítið merkilegt. Það er til fólk með náttúrulega vekjaraklukku og getur vaknað þegar það vill. Bara fyrir að sofa, ég fór að lesa meira um þetta. Það var svona grein sem vildi þessu. Það er svo ég myndi bara leggjast á kottan og segja, jæja, herru, ég ætla að vakna 7:30. Svo fyrir ég bara svo og ég vakna 7:30. Bara náttúral vekjaraklukka. Það er fáránlegt. Ótrúlegt, en ég fór að lesa meira um þetta, þannig að þetta er ekki gert það. Já, þú ert búin að lesa mikið um þetta? Alltaf að lesa um það. Það er einu sem ég gerir, það er að lesa. Það eru 3 ára eftir. Já, þetta var líka svolítið skemmtilegt. Vá, allt var skemmtilegt. Í dag hefur aldrei verið eldri en þú ert núna, en þú mynd líka aldrei verða yngri en þú ert núna. Þetta er ekki staðurinn. Jú, þetta er staðurinn, þetta er mjög störtluð. Já, það er gaman að pæla í þessu. Mjög gaman og sérstaklega að því að þú varst yngri. Þegar ég byrja á störtlunum staðröndum áðan. Já, heldur þú veist núna. Já, það er þetta að leika sér með þetta. Það er alveg þetta að leika sér endalust. Hvað heldur þú? Ég er miklu eldri heldur en ég var í gær. Já, degi eldri. Já. Þetta er ekki mikið eldri. Ég er nær döðunum heldur en ég var þegar ég mætti vinna á mann. Já, viltu leika eitthvað meira með þetta? Þetta er ekki komið bara. Það eru 2 eftir. 94% fólks velrita hraðar þegar það er reitt. Það er til í þessu. Þú pirraðir, ert við tölvu. Já. Skrifar hraðar. Svo er það síðasta sem að mér líka skemmtilega. Ef þú ert íbúi í Hong Kong og eiginmaðurinn, eða bara þú ert kona og byrði í Hong Kong og eiginmaðurinn heldur framhjáður, þá máttu löglega drepa hann en bara með berum höndum. Já. Sturlu staðreynd. Þetta er eitthvað, er þetta ekki bara síðan lög síðan 1700 og eitthvað? Já, örugglega sem hefur bara ekkert verið breytt. En ágætis regla, veist hún er ennþá í gangi. Já, þannig að ef þú lemur hann með pönnu í hausinn og hann deyr, þá er þetta að kæra þig. Já. En ef þú kirkir hann og skallar hann og... Nei, bara með berum höndum, já. Já. Þá er ekki að kæra það. En ef við skallandi döða? Nei, þetta eru bara konur sem að með að gera þetta við kallmenn sem halda fram í. Já, bara berum höndum? Já. Ætlum við, ef þú myndir sparki í andlitið á honum, þá verður þú kærð? Já, ætlum ekki. Þetta er bara berum höndum. Bare hands, stóð. Já. Ekki með hönskum eða neitt. Nei, það er bara, þú mátt ekki vera í hanska, þá ertu kærð. Þetta er góð maður. Já, þetta... Þú maður ringir, hvar er þetta? Hong Kong. Ringir með Hong Kong næstu viku. Já. Spurum út í þetta, geimt þetta. Býtu hvað er verið að kæra mig fyrir þetta? Já, þú varst í hönskum. Það er bara stránglega banna. Já, þetta er svo hljómsveit sem ég væri hvað mest til að sjá á tónleikum núna held ég. Þessi og Guns N' Roses maður. Guns N' Roses. Já, þó að þetta sé bara Axl og Rose einn eftir, þá væri held ég ekkert leiðilegt að vera stattur á tónleikum með þeim, sko. Nei, ég trúi því. You know where the fuck you are? Ég myndi ekki nennan, ég væri frekar til að sjá Stones aftur. Já, þú varst á tónleikum helgina, maður. Fór á 50 daginn síðan þá. Rolling Stones, hvað, að vera að fagna þessi orðnir 50 ára, hljómsveitin? Bandið er 50 ára gamalt, maður. Pældu í því! Bandið er 50 ára, er ekkert að fara að hætta þessu, eða? 50 and counting. Hvað er Mick Jagger gamall? Hann er 59 ára. Já, vá, maður. Nei, hvað var hann bara 9 ára þegar hann stofnaði Rolling Stones? 69 ára. Já, hann er 69, 19. Hann er ekki eins og elstur, sko. Svo Charlie Watt sem er sko rúmlega 70, trommarinn. Engu gleymt. Og hvernig voru tónleikarnir? Þeir voru svaðalegi, sko. Já. Það er alltaf einhverju að koma, horfa okkur gamla kalla. Já. Fuck off, maður. Þeir voru geðvig. Nóg eftir? Nóg eftir, komið bara Keith Richards, sko veist. Ert að grínast? Já, ég reyndar sko... Það var svaðalegur. Ég hef verið til að fara með þér á þessu tónleika bara til að sjá þig. Já, ég var mér til skammar. Við getum orðað þannig. Varstu meir? Meir? Já. Ég bara gréti svo smástelpa og öskraði. Án alls gríns, fórst að gráta á tónleikum? Já. Táraðistu? Já.
Það var svona 5 sinnum. Þegar þeir byrjuðu, ég var búinn að bíða svo lengi, ég var búinn að peppa mig upp allan daginn maður, búinn að fara í Stones búðina og Carnaby Street maður og á Carnaby Street í London, sem bara svona skólaverðstígur, fullt af vestinum, komið ný Stones búð. Og það búið að skreita götuna bara með tungunni og myndum af þeim og... Þannig að þú átt 50 bóli í viðbót með Rolling Stones? Já, keypti mér 5 bóli. Svo bara fórum við á tónleikastæðinu og það var svo mikið stemming í lestinni og stemming fyrir utan og svo þegar hún koni svo var náttúrulega viðurkenna og búið að fá sér 1-2. Það var aðeins búið að þrýsta niður. Svo bara var... Það var London, maður. Ég segi það, svo bara þegar tónleikarnir var að byrja, ég var svo spenntur, ég var þvalur og sveittur og svo held ég var að byrja en það voru ekki að byrja og svo held ég var að byrja og svo var bara, löpuðu bara svona 100 manns inn í höllina sko og byrja að tromma, brum, bum, bum, og svo bara... Hvað var fyrsta lagi? Get Out of My Cloud. Ég þekki það ekki. Nei, það klikkað sko. Það eitt að, þú veist, það svona gamalt og gott sko. Hey, hey, you get off of my cloud. Byrjar helviti flott. Down. Hvað var síðasta lagi? Þá var ég bara, síðasta lagi var, það voru 3 uppklöpslög sko. Já, þú hefur vantilega tekið þátt í því að klappa þau upp. Já, guð minn, almáttur. Ég líka, það til á vídeói þegar ég bara, meira! sem aðsnalegt sko að sitja ekstra lengt í raskat og öskra meira á íslensku. Keith Richards bara, það einhver sem kalla meira Sko þá tók þér hérna You Can't Always Get What You Want. Það svo og það kom kór og söng I saw her Svo fóru þið bara beint í Jumping Jack Flash og endur þetta á Satisfaction. Það ekkert annað maður. Þetta þvílíkt line-up maður. Og þarna Eric Clapton kom. Tók lagið með þeim. Hann ekki Laila? Nei, hann leiðilegum. Ég ekki að fíla Eric Clapton sko. Var hann dabur þarna? Já, hann kom, tók sólóið sitt, rosa hress og fór. Skilur. En svo kom hérna Florence. Florence and the Machine. Hún söng með honum í Jimmy Shelter. Geðvikt. Hún rosa sönguna. YouTube maður, flettuði upp á YouTube. Hún svaðaleg. Já, við spilum hana mikið hér. Já, endilega, finn hana. Ég var til að hlusta á hana. Svo komu sko gamli Stonesara, skilur, svo Mick Taylor og hérna... Hvað heitir bassalekarinn þetta? Nú alveg stólið mér. Já, sem eru hættir í bandinu eða? Já, sem eru hættir í bandinu og þeir voru að koma. Fyrir sko Harran Stonesar eins og Kjentland sko, þá það alveg bara sko legendary. Þannig þeir eru allir á lífi ennþá sem hafa verið í þessu bandi? Já, nefnir, Brian Jones. Já, Brian Jones. Bruggnæ, 69, 4. júli. Já, þjóðatíð í Bandaríkjunum. Jep, og 5. júli voru tónleika. Þetta bara... Það nefnilega málega svo mikið saga á baka þessa gæja sem bara vængið. Ég meina saga, það vonandi eitthvað smá saga að þeim. Það búin að vera að í 50 ár, það verið dapurt að vera ekki saga þarna. Þetta eru gæja sem að vöknuðu bara, eins og Keith Richards vaknaði. Í 9 ár var hann að vakna okkur einasta mótni og eina sem hann fekk sér var bara heroin og whisky. Já, hressandi. Skilur þú? Hann núna að spila með Stones, skilur þú? Hann jólabarn? Það í gangi maður. Þetta gæði sem lifandi bara að vera að spila tónleikum. Já. Það líka það sem að gerði mig svolítið svona klikkaðan hérna í stúkunni sko. Þetta stóðst alla þína væntingar, þessi Stones tónleikar? Miklu meira sko. Hvenær varstu svona upp á þitt versta þarna þegar þú varst til mesti skammar, hvaða lag var í gangi þá? Náttúrulega Sympathy for the Devil þegar ég fór að hringi strákana. Þegar ég hringdi John og hringdi Pétur og hringdi Þránd sko. Og upphafið sko. Já, þú ert svona eins og ég hringi ef ég á United leik og eitthvað búið að gerast þá verði ég að heyra í einhverjum sem heldur með United. En það ég nú voru lítið í því, ég vissi bara að ég gæti hringt í þá 3 sko, þeir vita alveg hversu þroskaður ég í þessum málum sko. Já, þetta hefur verið uppbyggðin fyrir þig. Guð minn almáttur. Og já, þú ert ekki að segja þetta bara því út einn versti Stones aðdáandi landsins að þeir eru ennþá í fullu fjöri. Já, það alltaf í þoleiki að kjóma einhverju gæð. Hver var að spila fyrir Keith Richards? Bara haltu kjafti, maður. Það er rólegur. Það nú einhver svona hljómsveit á leiðin til Íslands, hvað ekki? Það einhver gamli kallar á leiðin til landsins núna. Já, ekki Deep Purple? Jú, Deep Purple. Já, maður. Það svaðalegt. Já, ég minna þessi menn geta alveg spilað á hljóðfæri þú að sjá þetta 50 Ég segi það maður. 60 ára gamlir. Það eina sem þeir hafa gert. Förum hér í örstutt skilaboð og svo það trufla símtal sem við tókum við fyrir í dag og virkilega skemmtilegt. Jólagleðin á Wilsons Pizza. Allar pizzur á matseðli og aðeins 1390 kall fram á jólum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Samfilm og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins. The Dark Knight Rises. Told you, you're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises komin á DFT.
og Blu-ray. 10 ára afmæli Snókur og Púlstúðunar Lágmúla 5. Dagana 7. til 13. desember spilaru frítt Snókur og Púl og fara bjórinn á aðeins 490. Snókur og Púlstúðun Lágmúla 5. Mér líður bara hvergi betur. FM 95 Blö. Á FM 95. Þú færð brakandi gott nógakropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Og sveppa á 3. degi og það komið að dagskrálið hjá okkur sem heitir Truflað símtal. Jep, og við gerðum þetta í síðustu viku og þá hringdum við í Blómabúð og það var alveg yndislegt. Já, það var erfitt að toppa það. Það var mjög erfitt að toppa það. Fórum illa með 2 skvísur í Blómabúð í Reykjanesbæ. Já, í Keflavíkinni held ég. Já, og sko þá var ég að trufla þitt símtal. Já, þá... Vilt þú ekki núna að trufla mitt símtal? Jú, prófum svona hvernig það kemur út. Já, prófa að svissa þessu. Já. Og þetta ekki flókið, við hringjum hérna á einhvern stað, ég hef bara hérna í bænum og Sveppi á að vera svona eins og hann sé fastur á línunni. Já, eins og að trufla símtali. Já. Ok, þá verður ég að hringja eitthvað eins og ég sé að fara að panta eitthvað. Já, hvað getur við? Ég skal bara fara að beðna eitthvað saumast. Já, það er alltaf klassískt. Og nákvæða, hvað ætlar að trufla það? Nei, hvað, ég veit ekki, bara eitthvað. Sé eitthvað rugl eða verður dónalegur. Bara að blanda. Já, hvern daginn er þetta saumastofan? Jú. Já, hvernig það, getið þið stytt fyrir mig buxur? Stytt fyrir mig buxur? Pongur í dverg, hvað það segi? Já. Pongur í dverg, hvað það segi? Getið þið stytt fyrir mig buxur? Hvað ertu hérna á Rauðafirði? Ha? Ertu hérna á Rauðafirði? Já. Talaðu konuna. Takk. Já. Já, hvern daginn, Baldur heiti ég og er stattur hérna á Rauðafirði núna í 10 daga. Já. Og mér ætlaði að láta stytta buxur. Heiðu, Pongur í dverg 1, 2, 3. Pongur í dverg 1, 2, 3, halló. Hvað segirðu? Halló. Anna Guðný. Já. Sem er með verslunina bót hérna inn í... Sigurður, komdu nú. Það sem Birta er. Sigurður, komdu nú. Hvað segirðu? Hver er inn á línunni? Er þetta hjá þér, eða? Nei, Sigurður. ég veit það ekki. Það kemur einhverja inn á. Nú, ok. Baldur er 1, 2, 3. Er hver? Heyrðu þau? Já, hver er? Ég veit það ekki. Halló. Halló. Þetta slæðir eitthvað saman. Já, ok, en hvað segir? Heyrðu, Anna Guðný í bót. Ok. Hún gefur svo út í fatabreitingar og... Þegið þú. Halló. Þegið þú sjálfur. Hvað er að ske? Halló. Hver er inn á línunni? Getur þú sem sagt ekki stytt fyrir mig buxurnar? Ég ger ekki neitt. Grjót, grjót. Ég ekkert í fatabreitingum. Nú, ok, er ég að ringja vitlaust? Nei, það er bara, ég veit ekki hver hefur bent á mig, en það er alltaf verið að spyrja mig. Hoppaðu fötunum. Já, ok, úr með þig. Mér var bent á að ringja á saumastofu Höllu. Halló. Já, hver bent er það? Hvað segirðu? Kjartan hérna sem er að selja með mér. En hvert segirðu þá ég er að ringja? Sko, Anna Guðný. Halda fram að snerta þig. Það er nú alltaf hægt að tala saman með þessi fábjörn er á línunni. Hver er á línunni? Ég veit það ekki. Halló? Það er einhver sem kemur inn á. Hringdu aftur í mig. Halló? Veitu hvort hann dettur út þessi? Ok, já, bara hringja það í sama númer. Já. Ok, takk, bæ. Þú vil að ringja á þér og geði svona smá tíma og gotu svo inn með, veist, ekkert vera ógeðslega dólarlegur. Nei, en smá svona. Já, þetta er hvað. Hún trúur sér. Nú er hún að tala við manni sinn, sko. Það er eitthvað, hann slegið saman. Hvað er þetta? Þetta er á Rauðafirði. Jæja, það verður friður. Já, vonandi. Heyrðu, hún Anna Guðný. Já. Hún er með búð sem heitir Bót. Ok, hérna á Rauðafirði. Já, og það hún er við hliðin á Birtu. Já, ok. Þannig að þú veist hvað hún er. Já. Og hún hefur verið eitthvað í fatabreitingum og... Snert á mér. Þannig að ég er bara í merkingum. Snert á mér pulsuna. Þannig að hún geti tekið að sér að stytta pulsunar. Snert á mér pulsuna. Snert á þér. Snert að hvað? Hún geti hjálpað eitthvað þig. Já, ok. Ertu með númer í henni eða? Snert á mér pulsuna. Það er 8, 9, 4. Helt á mig. Ok. Helt á mig og olíu. Hann er ennþá að fýblast hann inn á línuna þessi. Nú, ég heyri ekki neitt núna. Ég heyri bara á hann. Já, ég heyri það. Vítu? Er hann að tala núna eða? Nei, það segir nú eins og er. Já. Ok. Vítu nú við. Það er 8, 9, 4.
Já. 79. Snertu mig allan aftan og framann. 89... Halló. Náður því? 8... Hérna er ég með það. 894. Halló. 79. Í hverju ertu, dónastelpa? 79. Hver er á línunni? Ég heyri ekkert núna. Ég heyri því svo fávita. Hvað er þetta annars þetta? Hvað er hann að segja? Í hverju er það dónastelpa? Dónastelpa og farð úr og eitthvað. Er hann að segja? Já. Íbarast. Herðu maður sjá. Þannig að, ok, nú er ég hérna komið með síman. 894. 894. 79. Og hún... Pulsan veit í brauðið. Hún heitir... Hleyptu pulsunni. Anna Guðni. Hleyptu pulsunni í brauðið. Er opið henni bara í allan dag? Settu pulsunni í brauðið, segir hann núna. Settu... Ég á ekki orð. Settu pulsunna í brauðið, segir hann. Þú vilt mig óþvegin. Heyrðu. Glöggi, ble, ble. Komdu nannan inn maka kotti babúmú. Er opið því hann í allan dag, eða? Nei, það er opið bara á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum. Og laugardögum. Þannig ég kemst ekki til hennar í dag. Já, það veit ég ekki. Þú getur bara að pröfa, hún er ofta þetta niður frá, sko. Já, en annars opið mánudag... Miðvikudag og föstudag og laugardag. Já, en ég gæti þá farið bara í Vestafalla morgun. Nennir að stytta mig um hún hérna, hringdu bara í gemsa hjá henni. Já. Snert á mig geirvarstutnað. Það er ekki friður. Heyrðu ekki í þessu manni? Nei, ég heyri bara í þér. Ég var svo alltaf... En ég heyrði eitthvað áðan, þá var eitthvað á línni. Já. Prumpukona. Hann er bara alltaf að gjamma eitthvað. Nú, hvað er hann með eitthvað viðbjóða? Prumpukona. Hvað er hann að segja? Prumpukona. Prumpukona. Hann er bara með eitthvað dónaskap, sko. Nú, við mig, eða? Nei, við mig. Nú, hvað er hann að segja? Nú segir hann. Nú, já. Herri, já, þannig að ég bara... Hringdu bara í Önnu Guðnýju og þá getur hún sagt þér... Ok, en hvað er svona bara forriðni, hvað eru þið að gera þarna? Við erum bara að merkja. Já, ok. Við erum með merkjum handklæði og söngufatnað og fatnað og... Ég er með svo mjúkar... Við erum ekki með neitt annað. Ég er með mjúkar rassinn. Já, ok, þannig að það... Mjúkir rassinn vill heim. Mjúkir rassinn, segir hann núna. Mjúkir... Ég á ekki á það. Mjúkir rassinn? Já. Heyrðu þetta ekki? Allsber. Nei. Það er alltaf einhver aðtöðasend. Já, sem betur fyrr heyri ég þetta ekki, fyrst að þetta er eitthvað svona... Þetta er einhver sálsjúkus. Elska. Heyrðu, en talaðu með Önnu Guðnýju. Herru, takk aðeinslega og afsaka á hana. Já, það var ekkert. Ok. Já, það er. Nú er hann að segja. Það var líf á pulsuna í brauði. Það er alltaf bestur að byrja að segja hvað er. Heyrðu þetta? Mjúkir rassinn. Það er maður að halda því í gangandi, sko. Þegar að gæði sem veit ekki, hann á að spyrja, hvað er hann eiginlega að segja? Já, það er alltaf best. Nú er hann að segja, ég er pulsun í brauð. Þetta var tröflasímtal hér í FM 95. Við þurfum að ringi hann og láta hann að vita. Já, þetta er svo góð koma, maður. Þú heyrið það. Já, en svo hún áttur að hugsa, já, var þetta Sveppi sem var með hennar dónaskap? Er eitthvað að honum með það? Já, reyndar. Ég ætla samt að láta hann að vita. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðfærahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Bimblebumps og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Yes!
Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Sýnalkó og lakrísur. Virkar. Veifaðu OB-lyklunum í dag og þú fær 7 króna afslátt af lítranum hjá Ólís og OB. Afsláttur allan hringinn. Og vildarpuntar að auki með OB-lyklunum. Viltu vinna ljómandi matarúttekt? Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. FM 95 Blö. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Öddi Sveppi og Logi Bergmann mættur hérna í stúdíó til okkar og já, við erum að fara í nýjan dagskvölið sem heitir Gettu Blöndal. Gettu Blöndal. Stór skemmtilegur náður fyrir mig hann allir og bara byrja það að bjóða velkomin hérna, Logi. Já, takk fyrir það. Herru, það er ekki kveikt á mækniðinum. Nú, það er bara þannig. Það er fyrstu mistökin maður sé að banka hann síðan. Já, þetta er rosa próf í útvarpi. Já, en byrju það á að heyrast í honum. Æ, kóttu þangað, hoppaði þangað, ég kann ekki á þetta. Já, smá mistök, en við leysum á því. Maður sé að hann ætti að heyrast í þér. Ég þarf að færa. Hvaðlegt vesen er það? Já, hann ertu komin. Já, það ekki. Hvað segir rithöfundurinn, Logi Bergmann? Hann er nokkuð léttur. Já. Ég verð að segja það, ég er bara frekar léttur. Var þetta eina sem að þú áttir eftir að gera? Að gefa út bók? Nei. Ég hef aldrei leikið í leikriti. Nei, þú er ekki spil og við, maður. En ertu einhver leikari eða? Nei. Nei, ekki? Þú ert að vera svolítið mikið leikari. Ég heyri það á þessum rekkjum og að halda andinu með hennar viltingana gasparandi. Það var erfitt alltaf á tímabili. Já. Með pulsun í brauðið, þá var ég alveg að fara að hlæja. Já. Setið pulsun í brauðið. Þetta er alltaf, þú ert nú vanur útvarpsmaður. Jú. Ég hef nú verið í útvarpi. Já, bæði leist á bylginu, en varstu á Rás 2 á sínum tíma líka? Nei, bara eitthvað minni áttar. Já, en þú er aldrei verið með þinn eigin útvarpsþátt, þannig sé? Nei, bara útrás, bara back in the day, sko. Já. Gamla framhaldsskóla. Já. Ég var með þess að stofnaði það mér svo. Þú stofnaði það? Fyrsta átti. Já, ok. Ertu að menna þetta? Í hvað skóla þetta? Ég var í Harvard. Harvard í háskólanum? Fjölbreytti Ármúla. Já, Fjölbreytti Ármúla. Þar er allt listapakkið. Já, þetta er mjög arti skóli. Arti skóli. Ertu arti gæi? Ég og Gnar vorum þar saman. Nú, að Gnarrið þar? Já. Hvernig típa varstu þegar þú varst í Fjölbraut? Ég veit að ég hef sögur af því. Nú? Hann var algjör lúði. Er það máli? Já. Ég er ekki, vinkonu mín, sem var með honum í skóla, hún var eiginlega með þér í Foss og hún var með þér í Réttó. Já, Réttó, já. Þá varstu algjör gúrka, sko. Ég var mjög... Þá varstu með teina og gleru, bara reykjandi Winston fyrir neðan hérna Bústaðakirkju. Ég var náði aldrei að vera með teina, en ég var með gleru. Já, mjög töff með gleru. Já, það er ekkert að vera með gleru. En reyktur það? Já, það hafði ekki komið alveg fram að það væri hættulegt á þessum árum, sko. Nei, hann var uppi þegar það var ennþá boðið upp á sígarettur í fermingu. Já, það var alveg bara, ég var bendur, það voru allir bara með blísinn bara. Já, það var svo töff. Hvað ert búin að hætta lengi? 8 ár. Já, ok, já, ekki lengur samt. Það er stutt síðan. Herru, þú ert búin að gefa út bókina sem heitir Handbók Rekkju Lómans. Lómsins. Rekkju Lómsins. Vel gert, Sveppi. Þetta er ekki þægilegt að koma í svona viðtal með svona próf-fjölmjölum. Ég myndi svona fá svona menn til að segja eitthvað um bókina. Sveppi segja, ekki svona besta bók sem ég lesið, 3. bókin sem ég lesið. Það er svona, já, það myndi henda mér líka. Já, það eru mjög góðir því saman. Miklu betur en Lalli Ljósastur. Miklu betur á pappísbissi. Ég hugsa ég myndi setja kvótið. Það eru fleiri á Íslandi Þorgrímur Þráinsson sem getur skrifað góða bækur. Ég er búið með Lalla Ljósastur og nú er ég ekki að fíblast, þetta er sorglegt. Ég er búið með Lalla Ljósastur, ég er búið með Tárbrós og Takaskó, ég er búið með Gauragang og Ævisögu Körskópin. Þá er það komið. Þetta var í 5. bókinu. Já. Ég þarf verið að lesa. Þú veist að alveg kveikt á alltaf. Fólk heyri þetta svona. Ég veit, en ég skammast mig fyrir þetta. En ég er búin að sjá rosalega mikið af bíómyndum. Já. Það verður þú sterkur eftir í Gettu Blöð. Já, þar kemur sterkur inn í bíómyndum. Er enga bókaspurningar? Enga bókaspurningar? Því spurningakeppnin eftir. Já, ég er mjög spenntur. Ég er rosalega mikill Laxness maður.
Dreftu mig. Vílík líf, maður. Já, ég hef alltaf verið mér, alltaf verið hrifinn af Laxness, maður. Heyrðu, þetta svona samansapn af góðum hrekkjum og sem að sögur og hrekkir og það fullt af frægu fólki sem að kemur og segir hvað þeir hafa gert. Og þetta fin lesning, ég nú búinn að glugga í þetta. Og þetta allt, sem sagt, sögur af Íslendingum sem hafa verið að hrekkja aðra Íslendinga? Já, svo eru sögur hérna, sko, þetta margir kaflar, þetta steggjanir og aprilgöp og íþróttahrekki og svona háskólahrekki og svona bílarhrekki og bara í rauninni allar gerðir af hrekkjum. Svo eru hérna fullt af sögum. Sem segja bara svona frá svona klassískum hrekkjum. En ég sko að það sem við erum búin að vinna við þetta í 10 ár, þá þurfum við að lesa þetta og gefa þessu stjörnur. Já, ég ætlum að segja það er einn hérna, það er vitna, ég talaði við Sveppa í bókinni. Hérna, hann er að finna það sniðut. Það varst ekkert búin að merkja við það, svona þú varst að mæta til okkar. Ég er allir í rúst. Svona svipað undirbúinu við. Hérna, bara, veist, þetta er hérna í hrekkir í fjölmiðlum. Þið eru í þeim kafla, þið eru alltaf að hrekkja. Og það er talað hérna þig með þessu líka. Nó. Já, með hérna tekin og það allt saman. Já, tekin. Það er hérna, það sem að kemur sko, því þið voru nú alltaf í að hrekkja bara, þú veist, hérna. Já, við vorum með svona vinnustaðarhrekkja sem er alltaf skemmtilegir, sko. Það eru mjög skemmtilegir. Það er eitthvað huggulegt við þá. Og hérna fyrir mig hrekkir, mástu þegar hann fyrir Kjartáfallið í FM-hrekknum hérna, maðurinn, hann er hérna. Já, Gass sem var að tala við Gassa. Hér er bara svo gott með þig, Sveppi, það er svo gott sem er haft eftir hérna. Við vorum endalaust að hrekkja og maður var aldrei öruggur, segir Sveppi, sem var oft fyrir undarlegum hrekkjum. Maður var alltaf dæmis á klósettinu að kúka og allt í hérna var hurðin rifin upp og tómatsósu sprauta yfir mann allan. Það getur ekkert gert og var algjörlega varnarlaus. Já, þetta er eiginlega svona, bara eitthvað að, þetta er ekki hrekk. Þetta er ekki krútlegur hrekkur. Nei, þetta er bara svo að lappa upp að einhverju manni og kýla hann í andliti og segja, hei, það getur fættur þessi hrekkur. Það er bara í lauga, bara kveiki í fötu og ég bara veit þetta, ok, það finnir. Já, þetta er bara ekki þessu eppi. Útskýrið með munin á hrekk og þú veist, sem sagt. Já, og bara, það er mikill munur. Og hálfvitaskap. Já. Þetta er hálfvitaskap. Ein reglan hérna er bara hérna, hrekkir eiga að vera skemmtilegir. Það er regla númer 9. Já. Hrekkir eiga að vera skemmtilegir. Já. Bara eins og hérna. Hver er svona uppáhalds, ef ég spyrir, hver er svona uppáhaldsrekkunum þinn í bókinni? Sko uppáhaldsrekkunum minn eru svo margir einhvern veginn. Það eru margir kvikindislegir og oft finnst mér svona litli hrekkir. Svona óvart hrekkir sem að maður svona gerir bara eiginlega svona, þú veist, af því maður er stattur á staðnum, sko. Svona spontant eitthvað? Já, það er einn hrekkur sem ég tók, þá Margrét Martens, sem er núna dagskrárstjóri á útvarpinu, hún var 17 ára sem opnum og ég á vakstjóri og hún skildi síman sinn eftir og ég svara í síma þegar ég ringjaði, bara, ég get ekki að gert, ég svara í síma. Já. Og það ringdi í vinna og sagt kona, já, er Margrét þarna? Nei, hún er í sturtu. Já, og ég skilja ykkur til hana. Já, kannski beða hann að ringja mömmu sína. Já, og leggja bara síma. Þetta er bara eitthvað svona sem ég bara gerir svo hringast. Svo bara klukkutíma seinna hringir mammuna í hana og bara viltu fá að vita af hverju ertu í vinnunni? Ég er í vinnunni. Hver svaraði í síman? Hvaða síma? Síma þinn? Af hverju ertu í sturtu? Og allt þetta. Makka hélt bara mamma sem var í klikku, sko. Þetta er svo fyndið þegar þú getur gert eitthvað, þú bara og ég horfði á hana að tala um mömmu vindur upp á sig. Já, og hún bara, hún held að mamma sem var bara hann gerðið. Já, Sveppi gerði nú eitt svona sem ég man í fljótubræði hjá okkur sem var vel skipulaður hjá þér, Sveppi. Það var nú ekki 70 mínútur, það var í auðvitað á Sveppa. Þú nú bjóst til karakter á Facebook sem var svona krakki sem var alltaf að bögga mig sem búi. Já, það var svona ég fylgdist með því. Já, það var alveg langur tími og undirbúningur og vesen. Það er svo gefandi. Já, hrekkinir sem að ganga upp og þú þarft aðeins að, þú veist. Sko, ég var með pabbi þegar hann var að vinna í pulsuvagninum. Það voru nú margar góðir þar, sko. Þá tók hann klink, tók 50 kall, 100 kall og 10 kall og limdi þá fasta við borðið. Þar sem þú leggur pulsuna frá þér, sko, þegar hún er tilbúin. Svo er hann bara, veist eitthvað, að vasast og það er alltaf einhverju fullir að panta pulsu. Svo er allir alltaf að reyna að stela peningnum. Og þetta var svona ongoing fyrir pappa bara í mörg ár. Það er vel gert. Við viljum að fá hér eitt lag og svo erum við að fara í Gettu Blöndal. Ertu tilbúin með allt? Hvernig verða leikreglur? Mjög skemmtilega reglur. Þetta er sko þetta eru 12 spurningar. Það eru 4 bíóspurningar, 4 tónspurningar og 4 svona venjulegar spurningar. Og það er bara hittaklefin. Það verða bara að láta heyra í sér, sko. Öskra svarið bara. Ég fíla það. Og þú dómari? Og ég sjálfsögur dómari. Ég er alltaf dómari. Dómari og spyrill. Þól ekki svona keppnis. Það er pressa okkur öllum. Það er alveg þannig. En það er samt ástíðna. Já. Ég finn það, kærleikur í þessu. En það heitir lagið This is Love. Syngja hér
hér will.i.am og einhver söngkona sem með honum í þessu lagi. Að hlusta hér á Auðvitað og Sveppa. Við verðum með okkur til 6 en það góður gestur hérna í stúdíónu hjá okkur. Það rithöfundurinn, fréttamaðurinn, mótelið, ofurhetjan og ég veit ekki hvað, Logi Bergmann. Takk fyrir. Og við erum að fara núna í nýjan dagskrárlið sem heitir Gettu Blöndal. Gettu Blöndal, maður. Gettu Blöð? Já, Gettu Blöð. Gettu Blöð, maður. Gettu Blöð, gott nafn. Auðvitað. Og, herru, hvernig eru leikreglur, Logi? Herru, við breyttum hérna meðan lagið var fyrsta umferð er tónlist. Það er tónlist, ok. Það er bara tónlist og það er spurt hljómsveit. Ok. Og ég byrja á að spyrja Sveppa. Já, þannig ég má ekki svara? Nei, ekki nema hann geti ekki svara. Ok, Sveppa, erst þú til? Svo þetta fari ekki eitthvað fuglabjarg. Byrjum á okkur í léttu. Já. Bara, og Sveppi var að spurningu og hér er spurt hljómsveit, hlusti nú vel. Byrjar að þekka þetta? Jú, ég sem þetta, já. Já, það fær Sveppi ekki meira. Ok. Ok, áttu svar? Við spyrum hljómsveit. Já. Það er hljómsveit. Það er hljómsveit. Ég er aðeins spyrja. Það er fyrsta spurning. Það er dýrar útgáfanlegin til að ruggla, bara til að ruggla þig. Já, ég veit alveg hvað ég myndi skjóta á. Ok. Já, það var að komið. Já, ekki verið að gefa honum þetta. Nei, ekki gefa honum ekki. Það er rétt. Þetta er Djóran. Nei. Þetta er hérna... Það er ekki að googla þetta. Nei. Þarna Forever Young. Já. Er lagið. Og hljómsveitin er... Ég man ekki hvað hljómsveit er. Ég ætla að segja aha, en það er rangt samt. Það er rangt, þetta er alfavild. Já, það er svo náðum með lagið. Já, þetta er ekkert allt létt. Lífið er ekki bara leikur, Sveppi minn. Alfa, ok, en Logi, ég minni það að þú ert á FM 957 hérna, sko. Ég veit að þetta var aðeins of mikið. Ok, það er sem sagt Öddi. Já, nú ég að svara. Já, nú farið mjög stutt brot. Ok. Bara alveg svona. Hver flytur? Hvað þetta er óþægilegt, maður. Þetta er hérna... Já, að vita þetta, maður. Já, það átt að vita þetta. Hérna... Ég megi fá eitt hlustanda, ekki? Já, má... Bara einu sinni máttu nota hlustandan. Já, ok, það átti ekki að... Þetta er flokkna reglur. Já. Herðu, fæ ég ekki aðeins meira úr laginu, eða? Það er ekkert meira þetta. Er þetta Britney Spears? Nei. Þetta er... Mann á mokkanum eins og... Þetta er hérna Svala Björgvins. Nei, þetta er Agnes. Ok. Þetta er bara Agnes. Þetta er Agnes þarna, já. Agnes. Já, Agnes Braga. Já, Agnes Braga. Sveppi? Ok, þetta er mjög stutt brot sem fær hana. Staðan er 0-0. 0-0. Frábært að vera með ykkur. Mjög stutt. Mjög stutt. Fáránlega stutt. Já. Þarna, kynni sterkur. Hljómsveit. Já. Þetta er... Ég veit ekki, ég segi bara Jeff Hu eitthvað. Já! Nei! Congratulations með Jeff Hu. Congratulations. Þetta var óvart, maður. Sveppurinn með stig. 1-0 fyrir Sveppa. Öddi blöður að tapa. Já, ég hef unni spurningu. Takk fyrir. Ok, þá færð þú þetta. Já. Stutt líka. Já, þetta er hérna... Jésús, Tíminn er búinn. Nei, hann var hérna í 19, sko, þetta er hérna... Vá, það er stólið úr mér, hérna, þetta er hérna, bandið sem allir alltaf vilja fara. 3, 2, Daniel Ágúst og... 1 og... Nei, þetta er hérna, nei, býtu. Tíminn er liðin, Sverrir, átt þú svarið? Á ég að svara? Já. Guskus. Shit, hvað þetta er pirrandi, maður. Æ, blue machine is win. Hvað þetta er pirrandi. Herðu, staðan er bara þannig að Sverrir er komin... Hvernig gæti ég stressast allur upp. Hvernig gæti ég ekki muna Guskus? Ég er nákvæmlega. Er ekki læg. Og þú hefur bara þurft að muna, sko, fyrra orðið í hljómsveitinni til að muna setna. Æ, þegiðu, maður. Já, ok. Þá fær... Þá var það Sveppurinn, maður. Sveppurinn. Já. Það eru 4 búnar.
8 eftir. Ok, ég er ennþá í séns. Já, þetta er góðum séns. Þú vinnur þetta. Þetta er samt svo pirrandi að klúra þessu. Já, þú vinnur mig, sko. Ok, tilbúinn. Hlusta hann vel. Bíómynd. Já. I remember when this was all farmland as far as the eye could see. Býttu nú við. Brot úr bíómynd. Já. Old man Peabody owned all of this. He had this crazy idea about breeding pine trees. Ég held ég við þetta. Já, þetta er mjög frægmynd. Já. Já, allir, það veit allir. Ja. Batman. Nei. Apocalypse Now. Nei, þetta var sem Back to the Future. Þetta var Emmett Brown. Já. Þetta á ég að vita. Þetta áttu að þetta er allir að vita. Hér kemur brot sem er... Þetta eru lélegir, maður. Ötti fara þetta. Þetta er klassisk bíómynd líka. Ok. Oh, fuck it, I don't have to talk either, man. See how you like it. Total fucking silence. Two could play at that game, smart guy. We'll just see how you like it. Þetta er gömul. Já. Þessi er gömul, sko. Casablanca. Nei. Hvað er því? Fucking hana. Þetta er Godfather. Nei, þetta er Fargo. Þetta var fucking Steve Buscemi, ég heyrði það. Já. Þetta var Steve Buscemi. Það er ekki nóg að vita það. Vá, hvað þið erum dabrið, maður. 2-0. Ég er að skýta á mig hérna í gettublu. Ok, þá er það Sveppi sem fær þriðja bíómyndardæmið. Já. Kemur hér. Dale was telling me that he's really into Kung Fu, and I was telling him that you're really into Kung Fu as well. I have a green belt. Hvaða myndir þetta? Hvað er þetta bara Kung Fu Panda? Á ég að trúa að þú sért ekki með þetta. Á ég að trúa að þú sért ekki með þetta. Ég veit ekki. Já, Read it and weep. Ertu ekki með þetta? Sveppi og svaraði. Já. Já, ég sagði Kung Fu Panda, þetta er... Það er ekki rétt. Nei, ég klúra þessu. Er þetta Woody Allen myndið það? Nei. Ég myndi ekki leggja það á ykkur. Nei, ok. Ég skal bara að því að þú ert í frekar vondri stöðu núna, bara út af að þetta gengur ekki nóg vel hjá það. Nei, skammast mín. Spila þetta aftur fyrir. No ranking system for toughness. But once I'm a wrestler, Stopp. Hérna, býtu. Gerðu eitthvað, hérna. Industrial strength night vision goggles. Holy Santa Claus. Já, þetta er hérna Step Brothers. Já, það var rétt. Það fekk stig að það. Þarna, fekk blöstið. Þú veistir þetta ekki með þessu, Sveppi? Já, ég fekk ekki sensin, en hérna, þú fyrst ölmusu. Það er pínu, ég menna þetta var 2-0, það var ekki komið ennþá með stig, ok, hérna, ok, þá kemur hérna, Ötti. Já, ég á núna. Ötti á núna. Þetta er, hérna, já. En þá í bíómyndum? Við erum ennþá í bíómyndum. Síðasta bíómyndadæmið, það kemur hér. So when did you know you wanted to be a model? I guess it would have to be the first time I þetta er Súlandir. Já, þetta var létt. 2-2. Jöfnus, ég skjálftaði, Lói. I'm on a roll núna. On a roll? Þetta er hugsað hvað spennandi, það er bara jafnt og við erum að fara í bráðbanna. Ok. Það er bara þannig. Já. Og núna gildir bara að láta í sér heyra. Nú er það fyrst. Já. Ok. Það sem svarið fyrst. Fyrsta spurning. Já. Hvað er spennandi, maður? Ég er actually spenntur. Ég sé það og titrar allur. Ég ætlum að spyrja um klassíska jólamynd. Ok. Hún heitir Christmas Vacation. Já. Kemur mönnum alltaf í jólaskap og er alltaf sýnt hérna á Stöð 2 á jólunum. Hún fjallar um fjölskyldu. Hvað heitir fjölskyldu? Griswold. Sverrir á undan. Griswold! Já, vel gert. Já, Sveppalingnum. Þú er að kunna vinna og kunna tapa, Sverrir. Já. Ég kann að vinna. Já, næsta spurning. Hún er einföld og stutt. Já. Hvernig er léttmjólk á litin? Gul. Gul og hvít. Hvít. Hvít, já. Mjólkin sjálfur bara hvít. Öll mjólk er hvít, í alvöru. Hjúkett. En við sögum báði vittlust. Já, svo fengu ég, á því þess að báði saman svar, þá fekk hann að bara haldi, ég hætti bara ekkert. Þessi er svolítið triki. Já, 3-3. Já, 2 spurningar eftir. Það er svo spennandi, maður. Ok. Hvernig endar málsátturinn eftir Sverrir Stónsker? Oft er hænuhaus. Oft er hænuhaus. Oft er hænuhaus. Nei. Oft er hænuhaus heimskur.
Nei. Oft þarf hænuhaus lítið að drekka? Nei, hann byrjar á oft er hænuhaus. Oft er hænuhaus... Hænsnahaus? Nei, oft er hænuhaus rænulaus. Oft er hænuhaus rænulaus. Það er úrslita spurningin. Já. Tilbúinir, staðan er 3-3. Hann smíða skútur, skerpi skauta. Fúllamóti! Sumarliði fullur. Sumarliði! Ég vann! Djöfullin! Smíða skútu, skerpi skauta, fíti, dundur, ost og gröð. Við vorum að tala þetta áðan. Við vorum að tala við mann sem samdi þetta. Við hittum Bjartmar og ég var að tala hann sumarliða. Hann er fúllamóti, en hann heitir sumarliði fullur. Ég var á réttri leið þarna. Já, en þarna kom dýftinn. Sverrir, hjartalega til hamingjum hennar sigur. Logi, hjartalega til hamingjum þessa bók. Þetta var hrikalega. Og takk æðislega fyrir að koma og stjórna þessari spurningakeppni. Það er næsta þriðjudag, mæting 5. Við erum að fara hér í sveppalóta eftir örskammar stund, förum fyrst í stuttskilaboð. Ég er sigurvegari. Þegiðu. Bókvikunar á FM 957 er Hringurinn. Hörku spennandi fantasía sem er hlaðin spennu og full af göldrum, ást, dauða og vináttu. Eins og sambland af hungurleikunum og Harry Potter. Fylgstu með á FM 957 og þú geti næstir í eintak. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Ingva Eystins drögum við út fyrirtækjavíkunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Stöð 2 styttir biðina fram á jólum með ómótstæðilegri jóladagskrá fyrir börn. Njóttu jólana í faðmi fjölskyldunar og gerðu jólin notalegri með Stöð 2. Skemmtilegri jól. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Verslaðu jólagjafirnar í rólegheitum í webverslun elko.is. Þú getur sótt eða fengið sent. Elko, einfallega lægra verð. Nokia Lumia 920 er á jólatilboði í verslunum Símans. Skjárinn er tærar en fegurstu grýlukerti og GSM viðskiptavinur okkar fá rafbók eftir Arnald og 1 GB af netinu í Símanum í 6 mánuði í kaupauka. Síminn. Veifaðu OB-lyklinum í dag og þú fær 7 króna afslátt af lítranum hjá Ólís og OB. Afsláttur allan hringinn og vildarpuntar að auki með OB-lyklinum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Ég er tapsar eðlisfæri, en það sem er að svekja mig mest núna, það er ekki endilega að tapa fyrir þér. Nei, það er ekki að svekja mig. Ekki reyna að láta það svekja mig. Það er ekki að svekja mig eins og staðinu núna. Þetta var agalegt. Já, þetta var agalegt, en það sem er að pirra mig mest af öllu, það er því ég lokaðist í guskus. Það er svo ógeðslega óþægilegt að vita svarið. Hefur ekki lent í þessu? Nei, mitt. Að vita svarið, og ég veit alveg að þetta heitir guskus, en bara finna ekki í hausnum á mér. Og í hvað er óþægileg tilfinning, maður? Já, þetta er ógeðslega leiðilegt fyrir þig. Þegiðu þarna. Það er ekki í alvörunni með hann. Já, einmitt. Ógeðslegt. Hélstu með mér. Þú vissir ekki sumarliði fullur. Já, ég er náttúrulega komður á sporið. Ég fatt að þetta væri full á móti. Já, en ég vissi hvað hann hét. Þú myndir aldrei geta giska á sumarliði fullur. Jú, Bjartmar Guðlaugs. Hvað heldur þú? Við þakkum Loga Bergmann kjallaði fyrir komuna. Skemmtilegur fýr þar á ferð. Það er þessandi. Og við þurfum eiginlega að fá hann aftur hérna fyrir jól. Ég vil eiginlega rýma þetta, sko. Já, þú bara hringdi í mig þegar þú ert klár. Já, ég er klár hvenær sem er. Það er bara þannig. Ég skal sko bara strax eftir þátt fara með þér heim í Trivial. En það líka, þetta er svo pirrandi að hrannaðist bara inn SMS guskus, really. Stimmi mongo, rífa kjaft og hjöppi og þetta er ekki hægt. Það er auðvitað að sitja heim í stofu og rífa kjaft. Já, maður stressast upp þegar maður er í sjálfu stúdíónu að taka þátt í spurningkeppninni. Það er oft erfiðara. Og það er líka, ég heyrði það frá fólki sem tók þátt eins og í Viltu 1 milljón og þá var Logi Bergmann hann ekki verið með þá keppni. Það var Þorsteinn Jóð.
að, þú veist, þú situr heima hér með snakk og bara súpidós og ert að horfa á þetta og svo kemur bara, herðu, hvað er ripp-rapp og rupp-margir? Náttúrulega, ok, kannski fulllétt spurning, en það sem að virkar ógeðslega létt, þú stressast alveg upp, þú situr hérna í stúdíón í reiknum og ljósinu og með Þorstein með þér. Já, svo hangir hann á spurningan, þú svarar og hann býður og lætur þið hugsa, svo það klift út í þættinum. Já. Biðin. Nákvæmlega. Svona þetta skrítið, heimur sjónvarsins ekkert bara 1 og 3. Það er búið að stressa það allan upp. Settum maður. En ætlum við ekki að hringja til Afríku og reyna að heyra í vinn okkar? Við ætlum að reyna að drífa að hringja til Afríku og lægja á leiðinni heim. Já, lægja á leiðinni heim. Það er alltaf gerast hérna, það er nóg eftir hjá okkur en við ætlum að fá núna eitt föstudagslag hér með Svessa. Þetta er vinsælasta lagi á stöðunni í dag en það er ekki þessar útgáfu. Þetta er She-Wolf en hins vegar er það Svessi hér með þetta. Og Sveppa, Krull, ég veit hvað maður að hugsa núna, nei, svona í alvörunu, 10 árin seinna. Jú, við erum ennað, strákarnir. Og þú ert ennað hlusta. Já, vona það allavega. Klikki, ble. Þarna skipst einhverjum stöð, en það sem við erum að fara að gera núna, strákarnir, er að við ætlum að hringja í vin okkar. Já, við eignumst vin. Já, við erum búin að vera að hringja svolítið til útlanda á 30. Já, við erum hringt til Kína, Japan, Austurríki, Sviss, Bandaríkin. Já, yfirbyrða skemmtilegasta símtali okkar var til Zimbabwe. Já. Þá hringdum við okkar kaffihúsi í Zimbabwe og spjöllum þar heilingi við bara þvílíkt netta náunga. Já, sem að koma okkur ótrúlega óvart sko. Já. Því að við vitum ekki neitt Zimbabwe. Nei, ekki neitt og hann var bara geðtress og talaði góða ensku og vildi hitta okkur og við erum að spája að reyna að ná hann núna því okkur langar að gera bara heimildamynd það að við séum að fara að hitta hann. Já. Það ekki? Jú, segjum það við hann. Já. Því að þú lögst á hann síðast við hringdum. Að ég væri að koma út. Að við værum á leiðinni út eftir mánuð eða eitthvað svona. Og svona ekta ég að ljúga eitthvað svona. Já, þú ert mjög góður í því. Þú ert mjög góður í því sko. En það enska er sem sagt aðal tungumálið þarna sko. Nei. Það var nefnilega ekki. Okay. Hann var búinn að læra úti, mástu. Já, ok. Ég er að reyna að googla þetta hérna eitthvað. Good afternoon. Yes, hello. Is this a coffee house in Zimbabwe? No, I'm sorry, you've got the wrong number. Where is it? It's Indaba Book Cafe. Where? Yeah, it's a cafe? Yes. Yes, is it in Africa? Yes. Yes. Okay, hi, my name is Ötti, and Ötti, and beside me is my friend Sveppi. Hi. Hello. And we are calling you from Iceland. Okay. Yeah, yes. Very far away. And how can I help you? How is the weather now in Africa? It's okay. It's okay? Is it sunny? Yeah. Yeah. We have snow in Iceland now. Okay. And it's cold. And frost. Okay. It's very cold. And it's very dark here now. We don't get much sunlight, so I hope you are enjoying your sunlight there in Africa. I am. Yeah. How old are you? Sorry, are you looking to speak to someone? Yeah, we called Zimbabwe for a couple of weeks ago, this coffee house. Okay. And we were talking to a guy who was very funny guy. Okay. Who was working there? Is he working today? I'm not sure who you're talking about. No. He was very fun. He was a guy, he had studied in England, I think, or something. I'm not sure. Are you from Zimbabwe? Yes, I am. Oh, it's wonderful. I have never talked to a person who's from Zimbabwe. Okay, but I thought you said you were here a few weeks ago. Yeah. That's just him and then you. Oh, and what is your name? I'm sorry, who would you like to speak to, or how can I help you? We would like to speak to you. What is your name? Look, no, I'm sorry, I'm not giving my name. If you'd like someone, or you want to speak to someone, then I can try and help you, but... Are there many people in the coffee shop now? Yes, I'm actually quite busy. Okay, what is the most popular thing people are having? Look, I'm very sorry. I'm really busy. I have to go. If there's, like I say, if there's anyone else that you'd like to speak to, if you know their names, I can get them for you. I love double latte. If I were in your coffee house now, I would want espresso. Do you have that? I'm very sorry. I have to go. I'm really busy. We are working too. We are busy. Okay. One thing. What time is it now in Africa? Look, I'm really sorry. I really have to go. Can you just tell me the clock, please? It's 4:45. 4:45? Okay, it's just 2 hours. Yeah, it's 1:45 here with us. Okay, very nice. So we have 2 hours more to live than you now.
Okay. Of this day, I mean. Thanks so much for calling. It's nothing about that we are in Iceland and you are in Africa. Yeah. Okay, thank you for calling. Zimbabwe, we love you. Okay, bye. Thank you for being so polite and kind. Okay, bye. And if I come to Zimbabwe, I will definitely come to your coffee shop. Me too. Okay. Me too. You. And I will have 1 espresso. And double latte for me. And double latte for Sveppi. Do you think you could do that for us when we come and visit you? I'm very sorry, I have to go. I've got a customer waiting for me. Yeah, but do you think you can do that for us when we come? I will do that. Do you have pancakes and everything? Thank you. Goodbye. Do you have waffles there? Do you have pancakes? Pancakes. Hún almennilega samt greið. Já, hún búin að hanga þarna heil lengi. Leiðilegt, ég vilja hitta á vinn okkar. Sko við eigum gemsanúmer hans eitthvað, ég þarf bara að grafa það upp. Gröfum það upp og ringjum með hann eftir viku. Ekki spurning. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta víti! Þetta ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Hreint vatn gerir kraftaverk og þú getur gert kraftaverk í dag með því að greiða valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Smáralind til jóla. Hagkaup Smáralind. Taktu með eða borðað á staðnum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. FM 95 Blö. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Það komið að lokum hér hjá okkur Sveppa þennan þriðju daginn. Smekksnið saman. Já, það búið að vera stútfullu þáttur hérna hjá okkur strákanum. Það er Loga Bergmann. Loga Bergmann er kellaði fyrir komuna hér. Og líka bara þökkum. Ég líka náðum sem hann maður. Já, toppmaður. Búin að gleyma þér. Já, Logi Bergmann er toppmaður. Alltaf fundist hann leiðilegur einhvern veginn og aðstæðlegur sko. Svo maður kynnast hann frábær. Já, neitt af þeim. Við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunina. Við verðum mættir hér á morgun, ég og Pétur Jóhann með þéttan miðvikudagsþátt handa ykkur. Ekki missa því, hann er á leiðinni hingað, hann Rikki G og verður með ykkur til 9 kvöld. Við höfum aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Og það er lag með Oasis. Ekki oft sem að Súrhljómsveitir spiluð hér í FM 95 Blö. Þetta er nostalgíu pakki fyrir kjallóma. Já, þetta er bara eitt gamalt og gott og heitir Don't Look Back in Anger. Já. Það er það sem allra best í kvöld. Takk fyrir hlustunna og heyrumst á morgun. Takk fyrir daginn, Sveppi. The Lumineers, lagið er Ho Hey, svona smá sing-along á, dimmum dögum sem eru núna í desember og janúar, en það sem að lýsa upp skammdegi, það er að sjálfsögðu jólaljósinn og jólatónlistin með því. Nú erum við á FM farin að spila jólalögin og aukum það svona þegar fyrir að líða þessu. Byrjum við þetta á sníklabandinu.